Nei, Óli, byrjum bara að tala hversu mikilvægt það fyrir IR-konur að vera að komast alla leið aftarlega á úrslitum bikarsins. Hvað finnst þér að segja liðið? Mér finnst það náttúrulega bara frábært. Við ætlum að fara í höllina. Við ætlum náttúrulega bara að vinna þennan leik. Við förum í alla leiki til að vinna þá. Og ég meina, hvort sem það er úrvalsdeildarlið eða fyrstdeildarlið eða eitthvað, ég meina, við þurfum alltaf að trúa á verkefninu, en þetta er náttúrulega bara frábært og ég meina, við erum að starta þessu bara, þetta er annað árið okkar og ég meina, það er nóg eftir, við ætlum að búa til eitthvað gott lið hérna í Breiðholtinu og það tekur tíma og við erum að vinna í þessu. Það var svona, kannski svona, fólk var að tala kannski þetta væri svona, hvað sé ég, fyrirfram niðurstaðan það að Breiðablik inn þennan leik. Hvernig að koma inn í svona leika sem að enginn hefur einhverjum trúa því að liðið sé að fara að taka þetta? Það skiptir eiginlega engu máli hvað aðrir trúa okkur í rauninni. Við bara settum okkur markmið, við ætlum að vinna þennan leik, alveg sama hvað. Og við þurfum bara að trúa því og það er eina sem skiptir máli. Og ég veit alveg að það er deild á milli okkar og allt það, en ef þú ferð inn í leik og trúir því ekki og vinnur, þá vinnur þú náttúrulega aldrei, sko. Þannig að það þarf alltaf að vera trú til þess að eitthvað gerist, sko. Og hvernig finnst þið hafa komist frá verkefninu? Meina tap, en hvað fannst þér? Sko, ég sáttu við ansi marga hluti, en það sem ég er ósáttur við er í rauninni, við vorum alltaf fljótar að detta úr okkar aðgerðum. Fljótar að fara upp úr kerfunum, fljótar að henda frá okkur boltunum, töpum allt of mörgum boltum í staðinn fyrir að bara halda áfram að gera það sem við erum góðir í. Mér finnst það það voru slæmir hlutirnir okkar leik, en frábær barátta og ég meina við gerðum allt sem við gátum. Það er bara flott. Það bara sjáumst það bara í næsta deildarleiknum? Klárlega, það er höllin næsta ári. Höllin næsta ári, flottir.